mjög góð stuðningur og ég man nú bara ekki eftir í gegnum árin að það hafi verið eins mikil stemning hér á einu leik. Það er ekki leiðilegt að eiga svona heima, veitum það? Nei, það er mjög gaman og mér finnst svona og líður eins og við séum svona fulltrúar körfuboltans á landsbyggðinni eins og er. Já. Hvað heldur að hafa verið svona það sem að skóp sigur upp hér? Það var fyrst og fremst bara að okkar sérstaklega yngri leikmenn þeir voru búin að ná sjálfstrausti og áræðinni og öryggi til að spila svona stóra leik. Kannski aðeins að erlendur leikmann ykkar, Myron Dempsey. Hver eru deila hans meiðsla? Heitustu fréttirnar þessi dagana? Já, nákvæmlega staðan er svona núna. Hann fór í próf í dag með auga eftir tilsögn augnlæknis, nákvæmt próf. Og af 10 prófunum á hreyfingu augans þá svaraði hann mínus á 8. Þannig að það er alveg klárt að hann svimar og hann sér allt svona... Hann fekk heilahristingu? Já, hann fekk heilahristingu. Og hann er að vinna úr því og þetta er bara spurningin hvað tekur langa tíma. Það er ekki mikla líkur á þriðja leik en mikla líkur á fjórða leik. Sem að gæti orðið að veruleika. Þetta er það sem að læknirinn sagði. Nú farið í Vesturbæinn á sunnudaginn. Ætlið að spila með sama sjálfstrausti þar og við gerum hér í kvöld? Já, ég sé náttúrulega ekkert annað að það ætti að breytast. Því að sko, það miðað við það hvernig liðin eru sett inn í þessa keppni, þá höfum við nánast enga reynslu í svona stórt mál sem KR-ingar hafa alla. Þú finnur það bara þegar þú kemur í DH hvað er að ræða. En ég held að þetta er eftir að hjálpa okkur alveg gríðarlega langt í þeim leik. Það hafa tekið eitt hér. Það hafa tekið eitt hér, já. Er búið að tala við kaupfélagið það að flytja þessi áhorfendur í Vesturbæinn? Er það fyrsta símtal eftir morgunmat í fyrramálið? Nei, það verður það ekki og síðast þegar það var borgað undir frítt suður þá var það sveitarfélagið sem gerði það og það kemur bara ljós hvernig það fer.